Góða kvöldi. Góða kvöldið, dömur og herrar. Góða Kvöldi. kvöldið. Við erum hérna í partíi bara með öllu saman. Ég finnst alltaf dömur og herrar þegar við vitum að það séu enga dömur að horfa. Nákvæmlega. Okkur seinkar aðeins í kvöld, við erum að bíða eftir hérna restina af liðinu. Ásamt útsendingarmanninum, honum Grétari, hann þykist að horfa á einhverja menn sparka í bolta. Göllum maður, segjum þetta bara rétt, hann býð eftir óþekku rollunum. En þetta voru gaman í okkur kvöld. Hvernig eru þið peppaðir fyrir þetta, strákar? Mjög. Já, bara mjög góður. Já, þetta verður bara mjög gaman í kvöld og hérna skemmtri bílar og skemmtri braut. Já, ég held að verði svolítið maxjón hjá okkur. Já. Hröð braut, flæðandi beigur. Við erum komin með nýja dildó inn í lobbyið. Já, nýjum aðra braut, G-Dog. Ég er myndið á honum með þá. Það er gullfallega runn og lifir í. Já, G-bletturinn. Það er engar áhyggjur að eitthvað klessaði þá, við vitum ekkert um hann. Nei. Sjá góður. Það er ekki. Kona mér eru að kommenta sammála núna. Þetta grín var í boði Lovisa.is og Yamaha á Íslandi. Nei. 3-2. Já, toppið. Ég er með overtake takka. Það kemur í tímatöku. Já, hann er einhvers staðar stýrunumar, ég veit ekki hvað hann er. Ég á eftir að finna hann. Já, ég myndi nú finna hann áður en að byrja. Það er nú kannski ekki alveg skjáðilegt að vera að leita að hann við mér í tímatöku. Það er sami takkinn og handbremsa meðalega. Já, ok, flott. Já, virkar svona, já. Það er toppið bara að stoppa á miðri brauti, það var að fá sig fyrst oft. Helviti gott, já. Býtu, já, Oliver verður ekki sáttuð þegar hann kemur inn í lobbyið, nýbúinn að vera sveittur að búa til livery og það gerði það enginn annars. Jú, ég. Já, nefnir einhvern dildó hana. Yfir dildó lobbyisins. Einhverjum ástæðum er Eiríkur Ingi bara frosinn. Er hann í partíinu? Nei, Nei, hann er bara stopp. já, hann er ykkur. Ég var að horfa á replay af markinu bara. Já. Stoppaði þeirri braut. Nei, á markinu bara. Hvað strákur er þetta sem skoraði? Já, ég veit það ekki. Hvað er leikur þetta? Er þetta Liverpool? Newcastle og Liverpool, já. Já, hvað er staðan? Það er 3-2 núna. Ok, þeir eru búin að skora. Liverpool og Newcastle. Það eru ekki að bjóða Ólafur og Jónas inn. Það er jú. Það verður að bjóða þeim í Það teitur. er mættur á braut. Ég get gert það. Nú eru bara allir komnir nema lýsandi. Það er ekki bara að byrja þetta þá, eða? Jó, ég veist ekki bara Ég tímatökum í ekki gang að býða eftir einhverjum lötum púlurum. Við þurfum ekki að tala að halda maður. Nei. Þegar Kvöldi. Það er stráðar, ég ætla samt að yfirgefa okkur og fara bara í mitt eigið partí. Ætlar ekki að vera með okkur þannig til að hann kemur, eða? Með þetta brauga getur vilja kannski ekki verið í útsendingu í tímatöku. Mér var að gruna hvað er líka illa við mig. Ég skal alveg vera hérna hjá þér, Jón. Nei, þú mátt alveg fara. Ég var bara að rífa kjátt. Gerðu bara það sem þú vilt. Ég bara veit ekki hvað ég vill. Ég er ógöð. Nei. Setur allt svo mikla pressu á mig. Við getum farið bara okkar aðra braut og grúm 3 eða eitthvað. Já. Allir hérna SF23. Þá held ég að það séu bara allir komnir sem ætla að mæta í kvöld. Jónas, Ólafur. Hann er maður lýsandinn, já. Það var alveg rétt. Þannig eru allir klárið þá. Skella þessum tímatökum á stað. Já, það er bara. Já. Það er
Gangi ykkur strákar. Var Jónas kominn inn líka eða? Já. Ég er kominn. Útkominn, já, næs. Jónas er Oliver kominn. kominn inn í partíið. Jú. Næs. Veistla. Það var Það ekki eftir þurfti neina að að bíða. bíða svo lengi eftir ykkur að við ákvöndum það að þið þurfum að klessa vegg. Þann fyrsta Takk fyrir að hlæja. Þeir hefðu tekið þessu alvarlega annars. Nei, bara sleppti ég að bremsa. Veistu hverju bremsa, Oliver? Bremsarar. Ert þú bremsari eða áframari? Nei, ok. Það endalaust overtake eða? Nei, það eðist Það má nota overtake í Já, þessu Já, tímatökum. já, já. 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 Við erum að búa að setja pláss, lads, það er bannað að sleipa. Er einhvern veginn mátt alveg fara frá mig? Ekki máls, já, ok. Já, vorum við með sömu höfndan, Oliver. Hvað var það að gera? Við stoppuðum báðir, ég stoppaði og það til þess að Oliver stoppi líka. Þetta er crazy Skellilegt kombo. Þetta ertu ennþá hérna? Já, já. Á, blísir. Þú var svo full að ég ætla að fara, þannig að ég ákvað að fara að bregja. Næ, ég bara... Ég ákvað að gefa þér ekki aðskilnaði kviða. Nei, það er gott. Svona í tímatöku. Hvað eru margir áhorfendur að horfa á okkur? Það er góð spurning. Nú, ef það eru einhver áhorfendur, þá mættu þér endilega segja hvernig ljóðið er líka. Sjá. Við erum með einn áhorfenda, það er sennilega ég. Næs. Hver er að uppa sig í gang? Þetta er ekki bara að vifta nefnum. Var það eftir? Ekki mín. Ég vissum eitthvað sé að poppa. Já, það er ég. Ertu að poppa for real, þegar? Ég er ekki að frönskur. Það er konum með það. Ertu að frelha þig í gang? Ég er að fröða mig í gang. Ég ætla að smjatta í beinn útsendingu. Æ, drifti. Ég er að grínast. Hvernig gekk að þreskja í dag? Gekk mjög vel. Það ekki? Það er mikið kotn. Já, geggjað. Mjög gott ár í kotni. Það var alveg svakalega gott. Annað en síðast ár. Já. Jæja, Johnny að koma henni inn og... dag 9. Það er nokkið að teka það óðalega góða tími hjá mér. Ég setti á þetta fjúlmátt 3 þegar ég tók fyrstu beina. Ég lagaði það strax sko en ég veit ekki hvort ég hefði tapað eitthvað tíma á því. Bergur tók fram á þér. Og toppi. What? 51-6 toppi. 52-5 Bergur.
Já, nú mannst hvað þetta lögum. Pabbi á bullandi fjólublaðum. Nei, Hugo. 51-3. Minn maður. Hvað var ég með? 52-9? Já. Ég verið að fagna frönskonum að það fyrir aftan þig. Ó, já. Hundru minn. Já. Sko bara var hann að setja tíma hérna. Hvað gerðist þú? Ég veit það ekki. Það er í drafti. Nei, ég var nefnilega alveg einn sko. Kemur ekki lýsandi. Er leikurinn búinn þá eða? Býstu því? Johnny fjólubláður. Engin pressa. Nei. Nei. Snáldi í hún. 52-1. Hvað er ég nála því? Já, svona. Ég vildi bara vera góður. 51-3, það er time to beat. Já, ég óvertík til að bæta það, en ég er búinn sko. Fjórði. Sjóma tón á undan. Jepperi! Hugo heldur toppnum hérna meðan hann... Situr hann í fyrr. Já. Það er ákveðið statement. Hvað var þetta síðasti sektor sem að glúða þessu fyrir mér það? Ég var fjólubláð allan tíman. Já, verðstu það. Þú horfði á útsendinguna eftir, það náðist allt í útsendingu. Og var ég?
Nice. Hvað er Gresi? Hann komin inn í lobby, hann ábyggilega bara að bíða alltaf tímataka að klárast til þess að hoppum við í okkar eigið lobby. Nei, lobby, partí. Já. Chad. Á Sjóndon að fá stigarefsingu fyrir að hafa mætt seint. Mætti ég seint? Á Sjóndon að taka á sig stigarefsingu fyrir að þurfa að færa keppnina deginu fyrr. Tók hérna alveg mjög nálægt að bæta sig. 9 maðurinn á braut. Sekundu frá því að ná að byrja 7. hring. Þetta kemur þetta í honum. Já, ég er fín tími. Oliver ennþá. Er hann síðast, er það? Það er Nei. Ég líka. bætti við sá. Já. Það var líka bara meira fjöru hjá þér að vinna í gegnum pakkan. Þú stafla honum með hraðan, það er alveg að vera á hreinu. Þú sýnt það. Helviti lítill munur á... Vá, hvað lítill munur á milli fyrsta og fjórða. Og fyrsta. Þetta er samt fyndið sko, því að það eru 200 milli þín og Tobba. Það eru 200 milli Tobba og Jóns. Það eru 200 milli mín og Jóns. Já. Það er mjög fyndið. Það er fyndið. Og er allir búinir. Það er skemmtilegt. Já, skemmtilega. Herru, þá er allir búinir. Við hoppum þá hérna yfir í hérna VIP-partí. Já. Og yfir í lýsendur. Afsækja ég kýnda ælunum minni. Það getur vel verið að við kíkjum á okkur aftur á þetta, þannig að annars bara segja ég gangi ykkur vel. Já, takk. Góða kvöldi. Núna viltu tala um mig? Ég var alltaf að býja þetta inn úr þetta. Ég er búinn að senda þér 2 svar. Nú, ok, það kannski kemur ekki upp hjá mér bara. Já, Þetta það var er þegar í ekki útsendingu. broadcast móti eða eitthvað. Já, mjög hlust. Já. Hvernig fór leikurinn? Herðu, hann næstu því að ég var búinn að senda þér að ekki tala um leikinu við mig, en það reddaðist. Já. Það var sem sagt Liverpool að spila á móti 10 mönnum Newcastle. Fyrir þig til að vita, það voru 11 menn í fótboltaliði. Já, sem sagt inn á hverju sinni. Já. Liverpool voru sem sagt einum fleiri og þeir spilaði eins og þeir væru einum færi. Það er ekki gott. Töpuðu niður 2-0 fórustu í 2-2 en náðu að skora ekkert tíma á 100. mínútu eða eitthvað. En nóg um fótbolta, það er engin áhuga því hér. Nei, það er eiginlega ekki mikil áhugi. Ekki á mér allavega. Nei, ég veit það. En ég held nú satt alltaf með Liverpool. Það er gott að heyra, það gleður mig smá. Það er eitthvað gott í þér. Þannig að setjum hérna 21. Hvað var þetta? 21. Hvernig fór tímataka? Eða þú veist, ég sé statið á henni sko, en hérna, hvernig var? Herru, þetta var byllandi fjör. Hugo með eitthvað úrvalslita tíma hérna, 51 ár. Hann er, þú veist, litla skóadýrið maður. Það er crazy. Heldur betur. Alltaf að tala um að hann sé svo hægur og eitthvað. Hann verður komin upp í úrvalslita áður en að veit af. Herru, svo Tobbi ekki langt frá honum. Styttist í að hann fara á eftirlaun og hafi nægan tíma til þess að gera. Nákvæmlega. Það munur nú ekki miklu hérna á milli þeirra efstu hérna. Þetta er svona, 0-2 á milli manna efstu 4 allavega.
Það er í öðru sæti að var hann toppi með 51,6. Þriðja Jón Anton með 51,8. Jón B. 52,1. Bergur með flottan tíma 52,5. G-Dog, nýjumadurinn Gunnar. Ég held ég sé að fara með rétt mála. Þetta er bróður hans Johnny B. Jón B. Já, það er nú getað spurt hann úr og vildir verið í partíi með Johnny B og þeim en ekki mér. Já, þú voru bara ekki mættur þarna. Já, bara klífa upp bara með í ræsingaröð. Já, Tæmlega. 7. sæti, það er alls ekkert slæmt, fyrstu kjarni. Hann hefur nú verið að koma dætt inn í lobby hjá okkur svona á til og... Já, ég man nú eftir þessu nafni. Já. Þannig, svo er það Eiki, Eiríkur Ingi, með 53,3 og Jónas 53,6. Hann er komin inn í lobby og bara beint inn í tímatöku, þannig að hann náði nú svo sem ekkert að taka upp þetta og hringa einu sinni. Og saman með Ólöfu Nó. Þeir báðir voru svona á síðustu snúningum. Þeir voru nú samt konar undan þér. Heyrðu. Ég mætti allavega í tímatökuna. Já. En hann má nú gefa Ólöfu Nó að það. Hann sagði, ég kem eftir nokkar mínútur, hendur livir í. Já, hann hafa það. Við gáum hann nú samt alveg, heyrðu, drullaði bara bröð. Já, hann setur 55 eina, þannig að það var gaman að fylgjast með honum vinna sig upp bakkan. Hann vinnur sig eitthvað upp listan. Já. Hann er ekkert eðlilega peppaður í fyrstu deildina, komið til tímabil. Það heldur betur. Þannig að það var klukkan orðin. Er það ekki bara skella þess að stað? Ég held að sé ekkert því til fyrirstöðu. Það held ekki. 31 ringur. Það minnst það, Jói. Ég hefði örugglega ekki mætt fyrir hennu miða keppni ef þetta hefði endað 2-2 sko. Ef ég hefði mætt. Spectate. Herri, jæja. Sjöfnir spenntur fyrir þessu maður. Já, ég held að það verðstu. Ég held að það væri aksjón. En nú mætti tjattið láta okkur vita hvernig hljóðið er. Herri, ég Það er ekki að kíkti. kíkja á það alveg Það er strax. bara, það er toppmál. Það er tómálum. Það er gott. And it's lights out and away we go. 9.000 hestöfla á ráslínu. Það er ekki alltaf sem maður segir. Já, Það er bara 20.000 hjá þeim. það fyrir allt friðsamlega í gang hérna. Já, toppið með helviti gott start hérna. Jón Óttan og Jónus Mábús. Það er náttúrulega með drafti í Vík hérna, þannig að drafti er sterkt. Nei, heyrðu, replay á Berg. Hann bara neldi sér út af hana. Nei, ég er búinn að setja marker. Það er samt fylgjast með meðstu hérna. Nei, Eiríkur hérna böppa þessi Jónas. Ólöfu nú á utanverðinu á Jónas. Og Eiríkur í... Þetta er 3 vætnasti hérna hjá þeim. Ég ætla að fylgjast aðeins með hérna, þú ert kannski með þetta eitthvað framar eða er eitthvað action? Já, ég er nú að toppa Hugo. Það er hérna. Það er svaka action hérna hjá Ólöfur og þeim. Ólöfur, Jónas og Eiríki. Jónas er að stinga svo innanverðin og Ólöfur. Nærminn látið það halda. Já, Ólöfur þarf að bremsa. Ólöfur komin upp 2 sæti. Hérna hann fyrir innanverðin og Jónas hérna í þessa beigju. Sem ég veitir Eiríkur alveg að það snældi vitlis fyrir aftur á. Hvernig fyrir það hérna í gegn? Já, Jónas gefur eftir, hann bara hleypti. Það er ekki að fara að taka sensin hann í gegn. Váka Ólöfur að góða fórskotið á náða. Og Ólöfur er ekki búinn að nota neitt af overtakeinu. Nei, svo er það líka. Þú ert með overtake en það eyðist. Já. Hugo hérna komið með Jón Óttan í... Og það hleður ekki, er það? Nei, það hleður ekki. Það er bara með eitt Skemmtilegt overtake. spratt hjá hann að nýta þetta ekki í byrjun. Já, það getur hjálpað manni setna í keppninni.
getur verið helviti freistandi að íta overtekið þegar maður í slag við næsta mann, sko. Já, líka ef maður missir hann fram úr sér að reyna að halda í með hann, ná aftur fram úr. Akkurat. Og það getur verið slæmt seinna meira í keppninni og lendir í slag. Þeir eru bara alveg í hnapp efstu 5. Nú máttu hann að þurfa vel á bossunum á Hugo. Eiríkur reyna að stinga sig fram úr, Oliver náði ekki, fór aðeins í grasið. Hugo búinn að ná toppa aftur. Nú eitthvað gerst hjá Jónasi því að hann kominn aftur fyrir Berg sem nú að ná Oliver og Eiríki. Segja eitthvað gerst hjá Jónasi ekki út í að Berg var komið fram úr, heldur út í því að hann var búinn að fjarlægast á líka svolítið. Já, hann var að skella í ríflega á honum Berg. Herru, já, Eiríkur komið fram úr Oliver. Megum við tala hversu mikið overtake menn eiga. Ég er reynda búinn að segja sem Oliver var ekki búinn að nota á hann. Það er að sjá þetta aftur hjá Berg. Hann er að fara utan á, þeir koma 3 væt. Þannig að ég held að Toppi bara plássið renni út hjá Toppa og hann fer utan í Berg og Bergur fer þar alveg út af. Já, hann á fyrsta hring. Já. En menn hafa 24 tíma til að kæra. Nei, og nú er Bergur komin í 9. sæti aftur. Það er commentators curse. Ég held að þú væri að tala sjá þetta aftur hjá Bergi út af því að það var akkurat sem eitthvað sem gerast hjá hann. Já, ok. Nei, við vorum að tala það á fyrsta hring. Öskrar á mig að þú vilt að setja markir. Það er eitthvað að gerast. Og ég ekki bara segja það líflega. Jú. Jón Þór segir, hljóðið er kynfóknarfullt. Já. Það er búið Lóðsíu. Já, það er búið okkar hljóðið, sko. En já, ég ætla að taka það að mér að fara að tala hversu mikið hversu miklu overtake orku menn eiga. Já. Því að Eiríkur er búinn að vera að nota það svolítið í slagnum við Oliver og Jónas. Og meðan Oliver er ekkert búinn að hreyfa við sinni ennþá. Já, Jónas er búinn að nota sitt svolítið mikið líka. Ekki og Jónas svipaðir. Svo ertu með Jón Antoni í 3. Bara í afturendunum á Hugo sem í afturendunum á Toppa. Hann er ekki búinn að nota neitt. En Hugo er aðeins búinn að kýtla. Toppi. Og Toppi er búinn að nota næstu því helmingin hjá sér, sko. Hann er að reyna að stinga af. Já, og búið til gappi. Slíta sig út dráttur í. Það draftið er náttúrulega sterkt, sko. Það er, þú veist, hvað ætlum maður að eiga? Ef maður notar overtakeið í heilan hring, klárast það? Það er næstu í búið. Já, það er það lítið. Já. Að því gefnu að þú sleppir því í beigjunum, sko. Já, ég meina, þetta er ekki svolítið út. Nei, þú getur haldið í beigjunum. Já, þetta er í rauninni ramósorka, þetta er ekki DRS. Já, ok. Heyrist hvað ég er búinn að æfa mikið fyrir þessa keppni. Hún kom byllandi fjólubláðum. Toppi er nú ekki. Kýtla ótekið. Og svo erum við náttúrulega með, hvað sem hann heiti, G-Dog Gunnar. G-Dog Gunnar. Hann eru bara alveg mjög nálægt hver öðrum að það fyrstu 5. Já. Hugo er ekki að leyfa Toppa að slíta sig frá. Það er svona að kýla overtakeið. Með overtakeið samt, sko. Því að hann getur draftið nær svo langt aftur, sko. Já, svo er annað sem við höfum nú svo sem ekki rætt. Það eru dekkin sem mennur á. Toppi er á soft, Hugo á soft, Jón B er á medium. Já.
tæpum 5 Sérðu sekúndum hægra aftan. framdekki hjá Jónatoni? Já, þetta eru softdekkin. Þessi dekki er, nei þessi braut er dekkja böð út á hægra framdekki. Já, nýliðin Gunni, hann er nú búinn með, já, strikinu meira en Sean Antoine. Já. En já, Jón B. verðist vera eini af fremstu 5 sem er á mediumdekkjum. Það geti hjálpað honum eftir pit. Já, Oliver er líka á mediumdekkjunum og Jónas. Já. Bergur er á soft. Og Íggi er á soft með skemmt. Heyrðu það. Nei. Það stórða. Skemmtinn í honum er ekki að lagast alveg eins og er. Nei, það er... Það hefur eitthvað dottið út hjá honum. Nú það. Fyrir pit. Toppi er nú komið með 2,5 aftur í Hugo. Hugo á verri dekkjum, þó ekki mikið. Já, hann kemur bara inn í beginu bara á fullri gjöf. Já, ég sé það hefur eitthvað dottið út hjá honum, sko. Sér líka bara að hann er ekki að gera neitt þannig í smá stund, sko. Jón Antoni, ég er bara ekki viss hann komist annan hring á þessum dekkjum, sko. Hann bara bremsar ekki, hann er bara... Gunni að fara fram úr Sean Antoine. Sean Antoine að íta í hann. Hann hatta þessu. Sean Antoine með innri. Hann mist beigju. Þvingar hann vítt. Ég held að Íggi hafa verið að tala um það í spjalluna, hann væri með nýjan búnað. Já. Nýju búnað með ekki skila. Nei. Fint í búðuna. Jón Anton og Gunni, þeir ætla... Þeir ætla að rífast. Þeir ætla báðir annan hring. Það er ekki dekk. Eftir mína prófanir þá sýnist mér þetta að vera 2 medium stint og 1 soft stint. Já. Nefnum að vilja taka auka soft stint, þannig að getur það. Og þá ertu sennilega komin í 4 stopp, sko, allavega. Hvað er pitturinn í það? Nei, 3 stopp er ekki. Pitturinn er nú ekkert rosalega langur. Ég er nú reyndar ekki búinn að æfa nóg til þess að vita það nákvæmlega. En ég myndi giska á kannski svona 17-18 sekundur. Kannski 20 með bæsinni. Toppi með aðeins betri tíma en Hugo, en þegar hann búinn að slíta hann frá sér alveg 3 sekundur. Hugo hættur að láta overtake. Nú er þeir svipar á overtake. Hugo á punktunum minna. Nei, meira. Já. Og með Jón B á hælunum. Jón B á hælunum á honum að kýtla takkan. Það ertu betur. Kýtla takkan! Ég held að hann sé góður í að kýtla taka, hann Johnny B. Á fjólblöðum. Hurðu! Á mediumdekkjum. Stundu sér á innanverðin á honum. Þegar nú drengilega fram hana hjá svo kalluðu liðsfélagunum. Ég er búinn að bjóða þér 2 sinnum í partíu. Velkomin í spjalli Hugo fyrir bit. Losa sig við softdekkin. Þyrfti nú eiginlega bara að skipta hægra framdekki. Ánægður með metnaðinni Hugo í svo livery. Já. Hann er svo eins og að gera með livery í kvöld. Nei, Oliver. Já, eða svo bísík livery, ég ætlaði að segja. Já. Það verður nú báður í bísík. Oliver er að taka... Það er fullt af livery með það, Toppi með livery og... Ég er bara ekki gróðið að Sean Antoine sem er livery, það er rétt. Johnny B, hann er skór. Hann hefur haldið að Jordan er að fara að gefa honum einhverja krafta hana.
og Jónas fyrir víður hana. Þá kemst Oliver og Hugo komin hérna ferskur út úr pit á mediumdekkjum. Skottið á Oliver. Spurning hvernig undercutið að fara að skila sér hana fyrsta. Mediumdekkin Ég náttúrulega heldur fyrsta sætinu í ykkur að hringja, hann náttúrulega bara ekki einu svona hálfnaður. Nei. Það toppið þá að koma inn í pit núna. Hlýtur að vera. Hann á svo lítið eftir að þessu dekki, sko. Hugo pínu víður hana, bara aðeins í Oliver. Hann er komin sekundu hægari heldur besti hringurinn sinn, sko. Hann fer ekki í pit. Nei, hann ætlar að skríða annan hring á þessu. Komin 1,5, hann komin 2 sekundur hægari, sko. Ég held að hann hafi bara gleymt að pita, sko. Það er spurning. Nei, hann veit hvað hann er að gera. Ég getum orðað þannig. Það séum við alveg út. Jónatan í pit. Toppi er ekki nema 3,7 og það fellir. Þannig. Oliver nú að fara fram úr Hugo. Nei, Hugo aðeins og grasið slapp. Og hann er með Jónas bara in the ass. Menn ráði ekki við bílan á þessum hraða í þessu drafti. Þeir eru svona nálægt fyrir öðrum. Flottu framúrvastur hérna Oliver. Herðu, sjá Jónas stingur sig með Hugo fram úr Oliver nú. Nær nú eldi ekki Hugo með að vera utan hann í þessu beygju. Ég var ákvarðat í replayi, þannig að ég ætla að setja markið aftur. Nei, og Jónas snýr, og Hugo líka! Nei! Hugo fyrir vegginn og Jónas nær nú að halda áfram. Hugo! I thought you were the boss! Nei! Það var þetta leiðilegt sjónarhald sem við fengum þessu. Það getur mikið betra að Uss. Herri, jæja, ætli topp, hendur sér í pit núna. Nei. Taka dansinn hérna saman. Uss. Já, Jónas er heila heppinn að vera með Oliver við hliðina á sér. Herðu, Toppi heldur áfram. Hann er bara sáttur með softdekkinn sín. En hann er komin upp í 1.55.4 sko. Síðfalla tímandir hjá hann. En hann er örugglega búinn að stratta þetta eitthvað. Já, ég held að menn séu samt ekki mikið eftir fyrir þessa keppni. Þetta er síðasti keppnin og Þeir feikar eru ræðandi þetta allan daginn öll kvöld sko, hvernig þeir ætla að fara að þessu sko. Já, svo sem. En Hugo heldur fjórðasætinu. Já. Hann lendi illa í því að potast í vegginn. Já, Oliver kominn 7 sekúndur fyrir framan hann. Og séu, Jón B. hann er að éta niður tíman í Toppa. Já, kominn í 2 sekúndur. En hann er bara eiginlega að taka stedd í tíma, sko. Hörru, Eiríkur left the room. Sennilega einhver tækni vandamál. Þetta er bara að kæra, hann má ekki fara. Nei, tjók. Eiríkur, þú sendir okkur sönnun þess að eitthvað hafi komið fyrir hjá þér. Nei, bleitt að búnaðurinn er eitthvað að klikka hjá honum og missa hann úr keppni því að hann var nú að berjast ofanlega. Já. Og leitt þó hann hefði nú bara verið að keyra afturstur. Ef hann. En eigum við að gíska á að Toppi sé að fara að pitta núna? Það hlýtur að vera. Hann fer ekki annars hringa á þessu dekki. Nei, ég er bara dái staðan að ná að klára þennan hring, sko. Þetta bíli komið niður í 1.4. Hægt hann í gegn til þess að ná beginni. Sko, hann væri að fara bara hátt í 2 mínútur hringi núna, sko. Hann heldur áfram. Toppi! Ha? Hvað er hann að gera? Jón er bara að fara að éta hann upp á þessu hring. Hann á ekki dekk til þess að klára hringinn. En það sjáum við það bara hérna. Hann lekur bara út úr beigunum.
Hann hefur greinilega ætlað að keyra 10 hringi á softdekkjunum. Já, það er bara of mikið. Þessi að Jón B, hann er bara að fara að sigla fram úr núna á beinakaflanum, sko. Já, bara áður eini Tobbi kom út af, sko. Þetta er dýrt. Þetta er bara, ég var að hrósa honum fyrir að vera alveg með þetta hreinu á hann. Ég skil ekki alveg hvað hefur gerst hjá honum. Hann hlýtur bara að hafa gleymt. Ég trúi ekki á það. Hann finnur nú hvernig bíllinn er að keyra. Það klárast hjá honum áður en hann er búinn með hringinn, sko. Já, hann er bara að fara að klára það í næstu beygju. Þú sér bara dekkin á Jóni, þú veist, það eru bara rétt, kannski svona 40%. Já, hann er búinn með 10 hringi. Rifandi dekki búið. Já. Tobbi. Hann missur örugglega annars þetta að hann er að klára hringinn, sko. Þetta getur þá orðið spennandi í stigabaráttunni. Milli Jón B og Jónatans. Ég held að Jón B sé að taka þetta ef þetta endast svona. Það er svoleiðis. Já, annars sæti. Ég held að Tobbi sé búinn að tryggja sér fyrsta sæti. Jón Þór, startaði þetta fyrir okkur og staðfesti í spjallinu. Já, það er enda vantar niðurstöður úr síðustu keppni. Við erum búin að með allt niður okkur. Jón Þór, farðu á YouTube, tjekkaði niðurstöður úr síðustu keppni. Og Tobbi utan í vegg, hver skemmt. Ég bara eiginlega kemur samt óvart hvað hann að ná að klára hringinn. Ég hélt hann ætlaði ekki í pitt, maður. Hann leit hann í út, það var eins og að væri að beygja frá honum. Wow. Jesus, þetta var óþægilegt bara. Ég var svo nálægt í að koma upp orðinu, sko. Wow. Þetta var gott. Óliðunói kemur út á undan honum. Nei, Óliðunói var náttúrulega ekki í pitt. Nei, ég ætla að segja að Tobbi kemur út á eftir Óliðunói. Já. En vá, þetta var væntanlega komið niður í 15% eða eitthvað þarna. Nei, 15%, 15 sekúndur á milli þegar það sýndist mér, cirka. En Óliver er að hvísla dekkin, sér það? Ég hef aldrei heyrt Óliver gera neitt annað en að hvísla, þannig að það kemur ekkert óvart að hann hvísli sér dekk. Það er rétt. Hann situr í bílnum bara, svona, hægra framdekk, bara kældiði niður, verður rólegt. En Tobbi kemur aftur út á soft. Já. Hann er að reyna að taka soft medium. Já, en af hverju fór hann þá ekki bara 8 hringi? Já. 8, kannski 9, en... Já, samt ekki, ég hef bara fyrir 8 með við dekkinn hans. Ég hef bara farað medium soft, sko. Taka 2 medium stint og 1 soft stint, sko. Já, eins og ég segi, hann veit hvað hann er að gera fyrir utan það að hann misreiknaði eitthvað aðeins dekkjaslitið þarna. Nálægt ég að bömpa ég á Oliver þarna. Og svo náttúrulega Hvað segir þú? Hvað er pitturinn langur? Held að hann sé kannski 18-20 sekundur með bensíni. Þannig að Johnny B er með pitt, hann er að koma út á undan Tobba núna. Já, við getum bara að segja hvað pitturinn er langur núna. 22 sekundur á milli þegar hann fór inn. Jón B laður að státa pitt. Hvað er hann með? 5 sekundur á hann? Til hittur hún naglan á höfuði. 4 ár. 4 sekundur. Það voru 22, þannig að þetta eru 8 sekundur, já. En nú er Jón B búinn með mediumdekkin. Já. Og hálft óvurtek eftir. Já, Tobbi er svo sem svipaður. Já, hann á Tobba aðeins meira óvurtek, ekki mikið en þó. En Oliver sekundur fyrir aftan á með fullt óvurtek. Já, hann er þá á mediumdekkinu. Já, hann fyrir bara, hvað ætla nefnir mikið bensin eftir, hann næði nú einu hringi viðbótið, það ekki? Jú, svo það. Sjá það, ef þú tekur 12-12 þá ertu komin 24. Þá farðu leikandi 1 softstint á móti, sko. Þannig að þetta er... Ég held að startið hérna sé medium soft.
Jón Þór segir hérna í spjallinu þið getið alveg eins skáldað eins og að treysta á reikninga frá mér. Ég er bara ekki í sammálunum. Við vorum liðsfélagar á liðnu tímabíli og litlu stöttin sem ég var alltaf að fá frá honum sko. Hann var alltaf að reyna að peppa mig með einhverjum stöttum sko. Við komum svolítið bil á milli manna hérna. Þetta er nú svona í neðri pakkanum. Þetta eru hérna 3 sekúndur. Jón, ég er að búa til meira bíl í Toppa. Já. Ég held að Toppi hafi tekið eina beygju, ekki alveg eins og hann vildi taka hana rétt á hann. Nei, Hugo, þrátt fyrir krassveisin á það, þá er hann hérna í 4. á ferskum dekkjum. Ólöfur nú alltaf Hálfan tankur bensín. Kemur inn núna. Þannig að Hugo er komin aftur upp í 3. Já. Eru þá ekki allir búnir að pitta? Held ég. Ég veit eftir að koma upp í hendurnar á Johnny Tiger. Jæja, nóg eftir Jóhannes. Svo sem. Nóg eftir. Á hraðar og maður eftir honum. Það er illa að talað hann Bravo núna sko. Og Jói sem sagði þetta, Johnny. Nei, Toppi fer vítt út á grassi. Oj. Og skýtur dekk. Alveg tæpar. Já, 1,5 sekúndur sem hann tapaði á þessu. Já, 2 rúmar og ekki. Já, ég held að hann hafi verið í 4,5. Herru, já, Ólafur nú hefur komin út í pit, hann er í 5. með nýlegan Gunna sekundu eftir sér. Ólafur nú hefur ekki ennþá snert overtake-takkan, það er spurning hvort hann viti hann á stýrunni hjá sér. Ég þurfti nú að segja við Hugo á hann að tjekka á því hvar hann væri áður en hann startaði. Já, það er bara mjög skynsamlegt. Bergur hefur teipað sinn fastan því að hann er búinn með overtake sitt. Já, hann lenti í smá hremmingum, þannig að hann var að mæntalega vera að nýta hann til þess að vonast til þess að ná næsta manni og ná í draft. Já, komast í pakkan aftur. Já, skiljanlega. Og er á bláum, eða grænum. Ég hefur lítið upp á sig að eiga fullt af overtake aftastur bara. Já. Gæti nýtt allt í einn nýta það sem hann hefur. Herru, Gunni að taka fram úr Oliver. Vesti staðinn til að taka fram úr. Mista þessu útsettingunni en ég setti marker. Sem er hvort að það er Oliver ætla að taka þetta tilbaka. Já, þessna sem ég sagði að þetta væri vesti staðinn til að taka fram úr út því að það var Oliver með alveg bara bullandi draft þarna upp yfir. Já. Gunnar hérna og inn á næsta beinakafla. Gunnar notaði smá overtake hana inn á beinakaflanum. Já, Oliver á softur. Samt er nýlegin að ná honum. Já. Láta hann hafa það óþvið. Ó, hann var nú bara... Oliver er alveg að hugsa um, heyrðu, þú ert fyrir mér. Núna þarf Gunni svolítið að passa sig að hann freistast ekki til þess að íta of mikið á overtake-takkan. Já. Nú ertu kóngurinn fyrir aftan hann. Hann láta Oliver eyða dekkjunum fyrir aftan sig. Það stingur Oliver sér. Vel gert, hann er allt of heiðalegur þarna maður. Jésus. Líður hana. En fyrir Oliver ekki á overtake. Nei, eins og sé, hann veit ekki takkan. Hlýtur að vera. Þetta getur líka bara verið taktík. Það skal bara spara það fram á síðast stund. 100%. Nei, það getur stótt jökull á í. Taugarnar að fara með hann. G-Dog.
En hann missa nú ekki langt frá sér út því að hann fær rosalega gott draft núna. Það er bara miða eins og orustu þótt á raskatið á honum. Allavega framrústarinn að hafa honum Gunnari. Hann er replay. Já, það var snirtilega vel gert sko. Já, tekur bara auðvitað verðin og kemur hraðar út og... Hvað gerast þetta vor? Það eru bara auka bilið á milli sín. Jón B. bara auka bilið sko. Já, komin í 8 sekúndur. Vá. Toppi að púsa, nota overtekið út úr beðunum. Þetta sjáum við líka bara tímana hjá honum, 55, 52, 54, 55. Hann á ennþá hraðasta hring, 52.7. Já, þetta er svona maður sem ætti að vera í svona 53 allavega. Svona consistent, þetta var alltaf. Jú, Hugo consistent. Það er bara 54-1, 54-1, 54-1, 54-4, 54-4. Hugo komin í rytmann sko. Já, fór hann í 53.8, flótti tími á hann. Já. Hvað var hann með í tímatökunni? 57.8 líka? Nei, djók. Ég er með heilaskemmt, ekki gera grín að mér. Hugo setti 51-3 í tímatöku. Svaðalegu tími, sko. Chatið ekki sammála því? Ef að Hugo verið með í útsendingun á morgun, þá væri hann hvað var þetta hraðasti tíminn í tímatökunni í gær? Hann er svo hóvar. Já sko, jú, ég man alveg að ég var með hann, ég bara man ekkert hvaða tími það var sko. Hvað var hraðasti tíminn í gær? Hvað var hraðasti tíminn? Hann að tíminn minn? Nei, Hugo ekki snúa. Gunnar er ekki að hleypa Oliver neitt frá sér. Billi helst bara þarna í kringum 1 sekundu. Ég hlakka svolítið til á miðvikudaginn að taka þessa keppni. En þér? Veistu það, ég veit ekki hvort ég var að segja það hérna. Ég var að spája að hringja mig inn feikan. Það var svoleiðis. Nei, þú var með. Ég veit það ekki. Þetta er skemmtikeppni. Herru, gaman frá því að segja að Jón Þór er með metnaðarfyllsta áhorfið í kvöld. Nú? Hann er úti að hjóla á mótorhjólinu sínu. Jaha. Sálfræði tíma eins og að kallast, með símann áfastan á stýrinu og örugglega með okkur á eyrunum. Í eyrunum. Myndir nú ekki kjósa að hlusta á mig fram yfir fallegt mótorhjóla hljóða, en hans er valið. Kannski fyrir eftir hvernig mótorhjóla er. Hvaða tegund meina þið, sko? Já. Óli er aðeins að slíta Gunnar frá sér. Jón Þór að negla út í kant þess að skrifa inn á chati hvernig hjólan er á. Hugo fann aðeins víti hérna. Það er svona pínur rói yfir þetta hjá okkur. Það er styst hérna á milli Gunnars og Olivers. Jónas kemur inn í bit á soft og kemur út á medium. Svo er Jónatan aðeins að minnka bilið upp í Hugo. Það er komin niður í 3 ár. Rúmar og er á fjólblá hring. Hver er á fjólbláum, segirðu? Jónatan.
Já, vel gert. Svona aðeins að minka bilið í Hugo. Hugo aðeins að falla frá toppa, það er komið í 5. Gerði þarna smá mistök nokkrum beðum síðan. Toppi aðeins að sækja á Jón, það er komin í 7,5. Jón átti að nái hraðasta hringnum. Herðu, þetta var hárrétt hjá mér. Jón Þór tók hamburinn sem beðið út í kant. Sagðist vera á Kawasaki V2 Baby. Hugo og Jónatan komið bit. Undirtýpan VAF2 Baby, er það svona byrjandahjól eða hvað þýðir það? Já, það er eitthvað svona 50 kubíka skellnaðar. Já. Og skilja alveg nefnir okkur í eyrunum fyrir en hljóðið í hjólinu sínu. Þetta er svona VAF2, hvor síðan er 25 kubík. VAF2 50 kubíka, sælir. Núna Jón Þór ekki ánað með okkur. Herðu, Ólafur hann bruna beint í bæinn hann, Jón Þór. Á 50 kubíkunum, sjáu þið á miðvikudaginn. Ólafur nú var eitthvað að gera allavega að hérna Hugo. Og það er að styttast í það að sé smá pakki þar, Hugo og Ólafur Jean-Antoine. Nú er Ólafur á hálfslitnum softdekkjum, þá er það svona aðeins farin að missa gripið í beigjanum. Hugo kemur út alltaf á ferskum medium. Já. Vélinn VAF2, VAF8, VAF12, Vulcan 1600 cc, eitthvað sem Yamaha kann ekki að gera. Þetta finnst mér nú lélegt á hann svona í miðri Yamaha útsendingu, þannig að það biðja moddana okkar að bara mjúta Jón Þór í bíli. En Jónatan, hann er á softdekkjum, það er aftan Ólafur sem er á slitnum soft. Já, Jónatan er bara mjög ferskum, hann er bara á útringa. Já, hann er útring. Þetta er hann komin bara í skotti á honum. Þegar dekkin verða svona hálfslitin, þá fer maður að finna það hvað maður lekur aðeins út úr beigjanum. Þá fer maður að hægja aðeins meira á sér. Herðu, og bilið Johnny B niður í Top er komin niður í 6,5. Jæja. Topp eitthvað aðeins búinn að finna rytmann. Já, hann fór hérna 53,4 á hann er komin undir 55 aftur. Tók hérna 55, það er hann komin upp að nei, 55. Og Jónatan kemur hérna innan á Ólafur. Afgreiði það, ætla hann haldi sig út úr næstu beygju. Nei, inn í næstu beygju, nei. Ólafur, hætti að vera svona kurteis! Mér sýndist að nú vera alveg komið nógu vel upp að hliðina á honum til þess að sjá mig að taka þetta, sko. Andskotinn, fyrirgefðu orðbræði. Nú hef ég ekkert á móti Jón Antoni, þetta var bara mjög leiðilegt að sjá þetta hjólu vera allt og heiðarlegur. Þetta var nú ekki eins og, þetta flokkaðist nú ekki eins og sem að vera heiðarlegur, sko. Það er nú bara með þetta í replay hérna. Já, Ólafur. Hann hefði nú bara verið komin upp að hliðina á honum fyrir beygina, hann hefði þetta svo það. Jón Anton á bara að vita að vera að fylgjast með við hliðina á sér úr eða hann gefur þetta plás. Já. Það er alveg leikandi að þetta fara 2 liðir liðan í gegnum þessa beygju. Það er ekkert. Já, við höfum nú séð þrjá fara þarna liðið í gegnum þessa beygju. Núna er Hugo komin í smá vanda á nýjum mediumdekkjunum sínum. Fær smá bump frá Jean-Antoine. Ég get alveg sagt ykkur það, Hugo fílar alveg að fá smá kossi í hringuðan. Já, tækirinn komin í vitt á skónum sinum. Það er ekki að fara nánar út í þessu umræðu, skil það. Og kemur út á mediumdekkjum, þannig að hann er að fara að keyra til loka. Sérðu hvað Toppi er að taka softdekkin langt, maður? Já. Medium skylda? Já, medium soft skylda. Elska ég sé að spyrja þessu. Því eins og hann er búinn að vera að fara langt með softdekkinu, þú veist, þá getur það tekið bara soft, sko. Má það vissulega ekki samkvæmt reglum. Já.
góða við þetta er að við þurfum ekki að fylgjast með því. Það er leikurinn gefur honum sjálfkraða refsingu ef hann tekur ekki sóttæki. Gott að sé ekki hann að setja of mikla ábyrgð á okkur. Já. Núna fer Jón Anton að pota sér upp á liðinu Hugo held ég sko. Hann má ekki við því að slíta softdekkjunum mikið meira fyrir aftan Hugo og Hugo er að verjast vel. Ekki að gefa honum neitt. Metuðumdekkin eru nefnilega líka alveg hröð sko. Það vantar ekki. Sérstaklega þegar aðeins verið að býta á softdekkinu þá er fljóta detta inn í bara þannig sama hringtíma og metuðumdekkin. Þetta er flottur kappakstursí á strákunum. Já, drengilega gert Anton að nota overtekið aðeins. Hugo heldur þessi en þá. Já. Það er komið barndaginn Hugo. Eitthvað komið fyrir hjá Oliver, hann er bara kominn. Fór hann í pitt? Já, hann var í pitt. Já. Það kemur toppið inn. Já, sér þetta. Hann hefur ákveðið að fara ekki auka hringin og hann fór auka hring á þessum dekkjum á hann. Já, þú sér það. Jón er komið 9 sekundur fyrir aftan hann. Það var í einhverjum 11. Þannig að Jón er að fara að koma út langt á undan. Nú að fara að vera með bara einhverjum 10 sekundur á hann. Ég held að sé 8. Þú heitir alltaf vel á það. Segja, jú, þú er búinn að þekkja mig sem þú fæddist. Þú ert ennþá efast gáfur mínar. Já, af því ég þekki þig. Herðu, cheap shot. Þú labbaðir niður hann. Ég bauði upp á það. Já, það er vissulega reynd. Það er 8 sekundur. Hugo og Jónatan núna í útlandi vært. Hugo tekur hann, aðra línu er hann vanur og gera það bara lista vel. Jón Anton stingur sig inn að vera á hann eða. Það eru báðir að gera ásækja svo þetta er fallega gert hjá hann. Og geði. Fyrirgeði, hlutlaus ásækja. En þú veist, þannig er Hugo svo sem líka bara í fínum málum í staðan fyrir að vera að berjast of mikið við hann. Ekki það, þú veist, þetta bara ef hann er hraðari, verður hraðari, en hérna getur bara líka verið fyrir aftan hann því að Jón Anton þarf væntanlega að hann þarf að pitta eftir nokkru hringi. Já. Nei, samt, það er svo stutt í toppa, hann vil náttúrulega komast þangað. Já. Hann er ekkert að hugsa um að halda þriðasætinu, hann er að hugsa um að berjast um annarsæti, sko. Það er svo leiðilegt að vera hlið við hlið þarna fyrir þessa beygju, sko. Já. Alltaf, þetta er svo mikið stöðri kefni. Ætlar þú ekki eftir og ég ekki eftir? Jónatan og Helling að overtekja eftir. Já, hann er búinn að fara að spallega með það. Já. Og á nú ennþá óvertekja allavega til þess að koma aðeins á. Hann er spurningum að fara kannski að nýta það til þess að, ef hann kemst aftur fram úr Jón Antoni til þess að koma sem nær toppa eða bara reyna að keyra nær honum og nýta það þar. Þetta er allt spurning. Hugo tekur fram úr Jón Antoni, Jón Anton þarf að passa sig innri línur í næstu beygju. Heldur henni samt ekki. En núna fara dekkin hjá Jón Anton að þess að segja til sín, vantarlega. Það held ég. Það er ennþá 8 sekundur frá toppa upp í Johnny B. Hugo eða hratt. Hugo fyrir vinnaverðina. Yes. Sab. Kalla upp. Hann fyrir svolítið rætt í gegnum þetta. Hann yfirskýtur þetta. Hann er ekki að halda þessu það. Hann heldur þessu. Þetta var divebomb ef ég hef ykkur tímann séð það, sko. Á utanverðinu. Hann var á innanverðinu fyrir beyguna, sko. Hann fór bara í gegnum hana, sko. Hann var á alveg innanverðinu og fór alveg utanverðinu.
Jón Anton var ekki alveg sátt hvað Hugo fór og valega þetta í gegn. Það er bara merkilega ekki Hugo sig ekki með skemmta aftan eftir þetta. En já, Jón Þór, ég vil nýta stundum milli stríða þarna og biðjast afsökunar og veist með þykja væntið þig, elsku vinur. Hvað segir Jói, ertu farinn? Nei, ég er það. Konun að gefa þér að borða? Já, nei. Ég var að lesa hérna... Toppi á fjólblóðum? Vaff 2, Vaff 8, Vaff 12, Vulkan, 16 tryggbygg, eitthvað svona Yamaha kann ekki að gera. Ég var bara að vissi hvaða hjól Yamaha hefur gefið út. Það nógu þá. Ég var fyrir smá vonbrigði þannig að ég var að fara að segja Jón Þór, prepared. Prepared, minna ég. Toppi er búinn að ná þessu undir 8, ok, þetta er kannski bara Þetta er búið að vera þarna á svipuðum tíma í alveg 2 ringi. Hugo búinn að slíta sig rúmri sekundu frá Sean Antoine. Sean Antoine þarf nú að fara að koma sér í pitt væntanlega. Já, þetta eru dekkinu. Hann fór væntanlega alveg með þau í þessum slag líka, sko. Já. Það er nefnilega svolítið fín lína hvenar maður á að fara inn á sóttækjum. Hvenar þau eru orðin hægari bara enn meðindækjum. Því fyrir sem þú farið inn og þá er það lengur að þetta vera meðindækjum. Þá vill hann hafa mjög fína línu þegar hann fyrir inn. Já, ég er bara ynga. Já. Þarna fer Jón Anton inn. Samt geggjaður, klára dekki sitt með hálfan hring eftir eða eitthvað og vera samt ennþá í öðru sæti, sko. Já, það er mjög gott. Mjög vel gert, sko. Hann bara gaf Jón þetta á silfurfati þarna. Já, ég hugsa það. Hann gerði þetta ekki erfitt fyrir það. 2-3 færi hringi í heldina á softdekkjum og látið milljönd ekki finna fyrir því. Já. Ég nú vilja fara að sjá Toppa samt kitla overtake-takkan og reyna að ná þessum tíma aðeins niður. Já. Stutt eftir. Jón er búinn með aðeins meira á sóttækjunum, þetta fór hann aðeins fyrir inn. Hugo ennþá verri. Jón Anton kemur út af brakandi fersku medium. Með nóga óteki. Og Ólíf rétt fyrir aftan hann. Jón Anton er bara í bullandi slag bara alla kemni. Nei, Ólíf heldur innanlega hana. Slæra að skera sig. Og G-Dog 7. seti ennþá. Það er vel gert. Það er vel að verka staðið. Já, með Jónas og Berg fyrir aftan sig. Bergur er nefnilega, hann er góður á downforce-bílum. Það má eiga það. En það var þetta bilið þarna í 8 sekúndum. Undir 1.55, þannig að það er nú ekki í slæmu tími. Það er consistencyið sem er búið að hrjá hann helst í þessum keppnum. Já. Hann er alveg búinn að sýna það að hann getur tekið hraða hringi og púsla þeim saman. Já, anda inn og anda út fyrir keppni og í keppni. Já, hvernig gerur það öðruvísi? Svona gús, frafa. Já, þetta er eitthvað stefna. Nú er svolítið bilið það milli mála, það er helst Jón Anton og Ólíf. Toppi farin að henda í overtake-takkan. Já. Það er nú bara bilið aðeins búið að aukast. Jón Anton búinn að vera að nota overtake-takkan líka. Jón B er náttúrulega... Jón B. Hann er vissulega Jón B, já. Nei, ég var bara að spáði... Var hann ekki búinn að... Nei, hann var ekki búinn að vinna með að keppna á tímabili.
Hann sigralaus. Hann búinn á öðru sæti og þriðja sæti. Nú skalt þú fara að passa orðiðinn, Jóhannes. Það er ennþá 6 ringir eftir að þessari keppni. Passa kommentator sko sig. Ég fæ aldrei að gleyma það. Það er bara eins gott að Jón ekki að líksa á næsta tímabili. Það fengir það alveg í bakið. Já, og svo er náttúrulega, veist það nú komið svona smá biljarna milli manna. Þá er nú vetrartímabilið 2005 að byrja. Þannig að einu sönnu GTSI-keppnir. Já, og enn losna sæti í fyrstu deild. Hún er bara hann hálf. Já, 7 sæti laus, tímatökur á, ekki á fimmtudaginn. Já, bara núna á fimmtudaginn. Já. Tímatökur á fimmtudaginn og fyrsta keppni á mánudaginn. Opnudeildin og önnudeild. Þetta er bara að skella á. Þetta er bara að skella á. Öss. Og úrvalsdeildin á miðvikudaginn. J-Dog í pitta. Já. Sann hefur nú alveg getað klárað á þessu. Kannski, já, nú vantar kannski bensín. Já, bensíni. Það vantar eitthvað. Hann átti softdekkinni. Já. Jónatan byrjar að nota overtekið aðeins. Og heldur 7. sætinu. Jónas þá svo sem kominn 5 sekundum eftir honum en á rúmlega hálfslitnum mediumdekki. Það getur allt gerst, það þarf ekki nema 1 klikk í einni beygju. Nei, herru, hvað hefur gerst hjá Hugo? Já, ég var um að horfa á það. Bíli konið í 2 sekundar í Jónatan. Herru, fór Hugo í pitt á softdeck? Mistu af því? Já. Það voru pitt á softdeck. Hann ætlar að fara að berjast fastest lap? Já, spurning. Hann er ekki mikið overtake, en þetta gæti duga á honum og hann notar það alltaf einu ring. Það var að passa sig, hann má ekki spinna, missa 3. sætið. Já, hann tók það örugglega vel upplýst ákvörðun með sjálfum sér. Og leið og við segjum þetta. Nei, come on maður. Hætt að gefa í. Stundum er betra að taka bara 3. sætið. Skotinn sjálfur, Hugo. Þetta var alvöru kommentatorskurs. Ég tárast, þetta er svo svekkjandi að horfa upp á þetta, sko. Hún skemmti aftan Hugo og passaði. Hann ætlar að reyna að vera hraðasta hringinn. Hann er með overtakið alveg á svínandi flugi núna. Áfylgblöðum. Já, þú veist, hann ætlar bara að ná í 4. sætið, en það er bara 7 sekúndur ákvað, sko. 4:03. Það gerist ekki þessu ring. Þetta er svo leiðilegt að sjá þetta, maður. Já, það er hraðasti ringur farinn. Þetta var dýrt. Ólífur hérna kemur fljúandi eftir Jónatani. Jonathan á verri dekkjum en með minna bensín og meira overtake. Óli verður búinn að finna overtake, taka hann litli taktíkinn. Save the best for last. Það er nú helvitis álægur en hann ætlar að koma sér úr síðast upp í 3. Herri, ok, ég sá þetta hann hélt inn í overtake takkanum inn í beigunum, ég þýttist að fara bara inn úr út af þeim. Ég er ekki frá því að hann sé að fara að ná Jón Antoni hérna á beinakaflanum, þegar hann tekur exit vel út af þessari beigju. Jón Anton á vissulega hálft overtake eftir.
Einhver sem á Þeir að drifta beinakablar. It's wheel to wheel. Núna þetta er overtake-takinn ef Ólafurinn. Nei. Jón Anton aðeins kýtlaði sinn. Missir hann aðeins þarna frá sér. Ófyrir tekið því hann alveg í botni og... ekki í botni, nýtt. Takkanum. Jón Anton fyrir... mér syndist það að fara vel vítt. Það var kannski bara svona vaflínu sem hann var að taka. Stemdi hann væri að fara vítt syndist mér líka sko. Já. Nú var Ólafur bara... held hann á fyrir það. Tekur hann overtekið hérna út beinakaflan og... hann ætlar fram úr hann. Sjó Anton er að spara overtekið sitt. Ef þetta snýst þá gæti overtake nótkunnin snúist líka. Það besta við þetta er að overtake núna hann Jón Anton. Það besta við þetta er að þeir vita ekkert hvað hinna er ná mikið overtake eftir sko. Ekki nema þessi að hlusta. Já. Þarna hefði Ólafur þurft að taka overtakeið upp gaflan. Hann var náttúrulega bara í bossanum á Jón Antoni sko. Hann var að bölfa hann. Skemmtilegt hvað þeir eru svipaðir á overtakinu. Já, það setur ekstra mikla spennu í þetta einmitt sko. Ef að Ólafur nær fram úr þá náttúrulega vitum við að það er bensín og tanknir til þess að berjast þarna hjá Jón Antoni, þannig tekur hann overtakið. Reynir utan erðina. Er hann ekki bara að nota það á vitlausum tímum? Já, segð þú mér herra úrvalsdeilda maður, undrabarn. Já, ekki hægt að kalla undrabarn núna með Alex. Nákvæmlega. Innan hóps. Já, þeir eru nálgast Berg. Nei, Ólafur aðeins við hana. Kemur ekki að sög, hann er strax komin aftan í hann. Núna hefði ég viljað sjá hann íta overtake. Já, hann það. Hann er það hann vildi reyna. Nú þarf hann að bíða eftir að zigzagið er búið og þá overtake bara alveg full on. Á stað. Go. Nýtt það ekki. Nei. Þarna hefði hann bara getað náða að stinga sér. Þetta er overtake á undir beigjunni. Aðeins of fljótur á þessu þarna. Þetta að taka svolítið toll á dekkjunum með honum. Hann hefur 1,5 hring til þess að reyna að vinna þetta tilbaka. Hörðu, sér þetta? Jón B. er bara komin upp í 20 sekúndur á toppa. Já, Topp er örugglega farinn að spara bensín. Nei. Sérðu bensínu við Jón B. Hann hlýtur að eiga eitt hringinni.
Ætli Toppi hafi hent sér í pitt að ná sér í bensín eða hvað ætlaði að gerst það? Það er eitt hringur þarna allavega sem er 207, 20. ringur. Ég fatt ekki að vera með glósubókina, ef við skildum vilja kíkja á eitthvað. Hann þarf að fara að spallega síðasta ringi inn. Já, en hann hefur líka nægan tíma til þess. Já, hann hefur svolítið tíma til þess. Við sjáum líka tímann falla svolítið hérna. Herri, Oliver kominn hálfa sekundu frá Jón Anthony. Hann er líka verið að búið með overtakið sitt. Síðasti hringur. Jón Anthony búinn að nýta sitt aðeins en hann á ennþá nóg inni. Komdu nú með overtaki. Go, Oliver. Hvernig nýtir það ekki hana? Það heyrir ekki í þér. Nei, þetta. Hann nýtir það núna. Nei. Það er ekki nógu langur kafli, sko. Jón B er ennþá með nokkra dropa. Hvað hann er mikið hraðari hann í þessari beigju maður. Overtakið, tekur inn á verðinni. Tekur inn á verðinni. Sean Antoine alveg snældu vitlaus hérna síðustu beigjunar sko. En Jónatan er náttúrulega með hellings overtake eftir. Já. Reynir út af verðina. Oliver lokar inn á Skýtur sig innan. Oliver er nú búinn að loka. Nei! Halló! Nei. Æj. Herra, Jón B er náðu að klára þetta. Já. Löngu búinn. Afsakaði Jón B, við vorum uppteknir í bardaga. Toppi kemur í Toppi öðru. kominn í mark í öðru. Og Jónatan kemur í þriðja. Áfull, hann þarf að nýta overtakið loksins. Já. Hann næri ekki að klára það. Hugo næði líka fram úr Oliver. Já. Nei, Oliver er aftur út af. Nei, skýtur dekk. Og skemmt. Hann ætti nú samt að ná að klára þetta í 5. Þarna myndi G-Dog, nýjum maðurinn. Við erum að sjá meira af þessum ábröð. Náður að setja Marker. Tímapunkt. Marker. Yep. Ég er nefnilega ekki að fara að segja neitt of mikið sko, en það var snerting þarna. Það er bara spurning hvernig það var að kenna eða hversu mikilvægur var sko. Herru, Gunnar kominn í mark líka og fyrstu keppni á væntanlega? Já. Eins og ég sagði, við erum að sjá meira af þessum á braut. Það verður spennandi. Já. Og það er bömpað maður. Já, nefnilega sko. Þetta er svolítið svona... Menn hafa 24 tíma til að kæra. Það er spurning hversu mikið þetta uppsettar. Oliver nú æsir sig. Herðu, hendur yfir hittparti og innvætaði mér. Það var á þetta einu svona hérna. Já. Sjá. Ég er náttúrulega að sé þetta ekki í rauntíma hjá þér, þannig að þú verður að tala um þetta. Já. Hvað er það? Ég ætla að skella mér yfir Sammen for klubben, for bien, for alltid, segir Johnny B. Sí hæl. Þetta dæði út. Jóhannes. Partíið hefði maður bara að loka. Já. Og ég held að það hefði verið inni á hann. Já, ég var í því. Það hefði ekki viljað að fá mig aftur. Sendi hérna á strákuna.
Hugo, kemur til bjargar. Já, þetta er allavega niðurstaðan. Það sjá, alltaf þessi búin að senda á mig inn og ett. Þarna. Þarna kemur hún. Var í gangi, það var nóg að gerast, strákar. Já, það var nóg að gerast. Þetta var gaman að lýsa þessari. Það er líka maður alveg sko vel sveittur í bakinu og alls það sko. Byrjum á byrjuninni, Tobbi hérna. Já. Hvað var strategían með fyrsta pitstop? Hvað meinar Þú sprengdi dekk? Já, ég bara ekkert búinn að keyra þetta á þessa braut, skilur, ég æði mikið neitt. Við skulum bara segja satt og rétt frá. Jón B. var að spjalla við hann einhverja tómavitleysu og Tobbi gleymdi sér. Nei. Litla strattið hjá Bravo maður. Smíða ykkur hús. Hvaða selib ertu að smíða fyrir? Tobbi alltaf fett beint í gildruna, sko. Hann veit hvað hann er að gera, Tobbi, voru að passa á honum, sko. Já, ég alveg walked right into that one. En hérna, þegar þú fórst í fyrsta pitstoppið þitt, Já. varstu næstu búinn að gleyma þig? Ég var bara búinn að steingleyma því, ég var búinn að keyra á sprungnu þannig að alla hringir. Já, við vorum að fylgjast með því. Svo heldum við að þú ætlaðir ekki í pittin. Nei, ég var... En frábærlega vel gert samt að taka annarsæti þrátt fyrir að sprengja dekk og eitthvað og Johnny Bravo bara innilega til lukku með sigurinn. Það var ekki sigur. Það var þrjusu vel gert. Þú komst í mark á Guðvonum, ekki satt? Ég kom í mark á 0,0. Já, þú sparaði svolítið síðustu 2 hringina. Já, þau samt alveg var ég eitthvað, þetta sleppur nú alveg. Þetta sleppur. En svo, það voru svona 3 beygir eftir, þá var svona, helvítis, ég þarf að fara shortsista núna. Já. Annað sem ég langar að spyrja, Hugo. Já. Pittaðir þú þegar voru 4 hringir eftir fyrir softdeck til þess að reyna að ná fasta slapp, eða? Nei, ég var að vera beintilus. Ok. Ég átti ekki nema 1,2-3 eftir. Ok, það allan að hjálpa mér að vita að þið vantaði að fara í pitt. Já, og ég sá það var ekki það mikið eftir, margir hringir eftir. Ég vissi að ég myndi ná slatta hringjum á soft, en ég ákvað bara að henda myndri leiðinni. Ok, varst að hugsa ná fasta slapp? Nei, ég var að reyna aðeins að saxa bilið á hann Tobba. Það var eiginlega hugsunum mín. Það var mjög, þetta var heartbreaking að sjá það sem gerðist í framhaldinu. Ég líka sauð á mig, sko. Já, og sko að límast við vegginn var það versta, sko. Já, þetta var slemmt og slemmt í bæði skiptin þar sem hún ferði út af. Við væntanlega bara, þú veist, hughreystumann að sjálfsögðu. Já, sjálfsögðu, við sendum honum einhver velvalin orðina í framhaldinu. Já, en svo klikkaði Ólafur, þannig að ég náði einu sæti tilbaka. Já, það var helviti leiðilegt að horfa á líka. Okkur langaði mitt að spyrja því, hvor klikkaði? Ertu viss? Ég veit það ekki, sko. Ok. Sean Antoine, dagsetningarstjóri. Já, ég fann ekki verið neitt snirtingu heldur, sko. Kom með bíl og millokkar þegar hann gefur í og snýr, sko. Ok. Bara, við erum bara ræða hlutin Ég hefði, sko, keyrt á, sko, en ég held að það hefði sloppið. Já, það var helvíti mikið í gangi, sko. Þetta var rosalega gaman að fylgjast með slagnum á milli síðustu hringina. Já, það var geggjað. Báðir með svipa overtake alveg. Alltaf að nota á sig hverju tímanum. Því var náttúrulega þess að passa sig að nota ekki ef Ólafur skildi ná fram úr og endanlega. Ég er nefnilega sko, veist, ég var í 4. og skipti upp í 7. Það kom bara, náði mér. Ég nefnilega sá það þegar ég fór inn í pitt hérna síðast skipti, ég bara ok, við setjum softinu núna, ég hef ennþá smá boost eftir, ég ætti að ná Tobba. Ættir að ná hann, það er alltaf háleit markmið í lífinu, maður. Já, en það endaði eins og það endaði. Betra að vera bjartsýnn en svartsýnn.
Já, nákvæmlega. Herðu, og er nýliðin með okkur í spjallinu? Já. Hvernig var fyrsta keppnin? Þetta vel að verka í staðið, Það gæði númer vín, sko. Peppaði fyrir tímatökun á 50-daginn? Já, við það ekki, já. Ekki, þetta ekki að mæti í hana? Sér til. Og þetta að skráði, sko, en hann var þar að sjómaður yfir viturinn, þannig að það er erfitt að skundunda sig það. Þú verður að kíkja á róðraplanið og fara yfir kalendar. Já, ég skoði það. Annars er alltaf opnadeildin opinn þegar þú hefur tíma. Já. En Tobbi, á 2008 ring, spinnaður? Já. Já, sá það var eitt ringur hann sem var 2.07. Allt í henni kom inn alveg bara 20 sekundum eftir Jóni. Já, ég spinnaði og fór aftur og bakk allan vegginn hann í löngu aflíðandi beðinni. En fyrir gefðu Tobbi að ég tók að þér fastest lapp þegar þú varst búinn að halda í 29 ringi. Já, þú náður fastest lapp? Já, ég náði því. Þú voru svo vissir að það væri búið eftir að það varst næstíð búinn að spinna út af beigju þannig. Þegar varst á fjólublaðum. Það var vel gert. Hugo, þú náður 1.52,3. Já. Og 51,3 í tímatökunni. Bara svona að ná muni á miðvikudaginn. Já, það fuck ykkur. Já, ég veit ekki hvað þessi tími kom í tímatökunni maður. Ég veist þess lukka á það. Þetta ekkert lukka, skilst. Já, mjög vel gert. En mér fannst Dissi langt best að taka bara eitt ring og búið. Kom eitthvað upp á milli Tobba og Alexar eða kom Alex í heimsókn? Já, Alex kom í heimsókn að hann var að biðja um að ætla þessi og pappi var leiðinu. Nei, jók. Þessi voru aðeins yfir. Ekki eins og ég hefði farið í þetta. Það er passaði stýrið hjá Eirík. Já, við sáum það. Og eða Petrarnir líka, var ekki? Petrarnir voru. Það var leitt að sjá. Já, mjög. Við sáum það í síðustu beigju, þá bara kom hann inn í beigina og bara engin bremsa, full gjöf, beint út í vegg. Það var bara... Já, ok. Já, bensíngjöfinn fór í honum fyrst og síðan fór bremsan. Hvenær ætla gæinn að reikna út stigin? Verður það fyrir helgi eða verður það eftir 6 vikur, eins og vanlega? Já, fyrir jól. Fyrir jól? Já, fyrir jól, já. Við hefum lært að sjá stigagjöfina frá síðustu keppni líka. Ég veit það. Við komum aðeins inn á í keppni. Þú verður náttúrulega bara þú verður bara eða kvöldinni að henda þessu saman eða ekki, þú veist, menn þurfa að sjá úrslitin. Ég er alveg spenntur að vita sko hvor Jónin vann. Ég held að með þessu sért þú að náður í annarsæti í deildinni. Það er það saman veit ekki neitt. God damn. Sko að því að ef það er þannig þá þarf ég ekki lengur að fara fram á sko stigarefsing á hann. Fyrir að færa keppnina. Já, bara þú veist, ég finn eitthvað, skilur þú? Já. Nei, í hvað sæti lendur þið í síðustu keppni, Jón? Já. Jóhannes, það var sett að spyrja þess að þú ert að halda þetta. Var ég ekki þriðja eða? Já, minni þarflag. Þú þurftir að ná sko þriðja og öðru. Eða fyrsta. Já. Bang. Eitt sem við hefum eftir að fara út í sem við getum fundið út úr akkurat núna, það er Driver of the Day. Já. Chatið er búið að vera mjög hljóðlátt í kvöld. Sko, það hlýtur að vera ég, af því að þetta er minn fyrsti sigur fyrir, þú veist, bara í þessu dæmi, skilur þú? Já, en það vantar samt liveríið samt, sko. Vantar liveríið, lélega tíma. Hann má alveg vinna Driver of the Day, en hann fær stigarefsingu fyrir það. Við tókum fund fyrir keppni og þetta er bara, þetta er bara okkar eigin livery gæja. Af því að við í liðinu erum með bara livery gæja og hann var ekki búinn að gera livery og refsa mér fyrir það. Já, þú ert ekki með neitt livery, þú ert með lélegan tíma, þetta er ekkert skilið. Veitu, hvað varst þú með total tíma? Ég er með livery, ég er með fastest lap, ég er kongurinn. Hugo, skuldur að marga metra af vegrið á brautina. Það er svolítið mikið.
Ég líka stöður að minni ekstra á grasinu. Já, ég var aftur vengurinn og eitthvað. Hvað er borgaður fyrir að keyra fyrir þig? Herru, dótturinn. Það er svoleiðis? Já, hún er einið. Já, ok. Ættu að tala titlingin að þér? Já. Þú ert í beitti fíblið þitt. Já, þetta er ekki að versta sem hefur verið sagt í þessari útsendingu, ég get sagt Nei, ekki ég vissi ekki, það er rétt. Nei, þá vorum við að tala hringuðan á Súkó. Ég kom aðeins inn á hann áðan, það er búið að tala hann. Já, búið að tala hann, ok. Já, ok. En hvernig finnst ykkur svo að þetta er nú síðasta umferðin hjá okkur? Síðasta skipti sem við erum með það saman í sumarmótaröðinni? Já, þú veist. Er þið ánægðir með þetta? Já, þetta var geggjað. Já, þetta er bara fínt sko, bara með gaman. Já, þeir voru ekki alveg að virka fyrir þig. Hann sagði þeir eru ekki alveg að virka fyrir þig? Það er komið atkvæði hérna. Það er komið atkvæði. Driver of the day, Jón Anton. En hvað segir þið, keppendurnir? Hver er driver of the day? Já, Jón! Bang! What? Gunnar Karel? What? Voru þið ekki óvinnir síðast þegar ég vissi? Nú, síðan hvernig? Síðan, ég veit það ekki. Síðast þegar ég vissi. Byrjar hann. Búið til snapping. Er það komið annað atkvæði hérna? Hugo, driver of the day. Hver er Þorfinnur Karlsson? Það er ég. Hvað? Veitu, hver er Jón B? Það er Kjellin. Hérna, ég ætla, mitt atkvæði fyrir ekki Hugo með fullri virðingu. Herra, ef þú setur á mig, Greitar, þá get ég breytt nikkinu mín í spjallinu okkar 2-time driver of the day. Já, ég ætla ekki að gera það. Eða 2-time fastest lapper. Ég get gert það líka. Þú klikkaðar á pitstopin og kerið 2 sinum út af, þú ert ekki driver of the day. Ég kerið aldrei út af og ég klúraði ekki pitstopi. Jón minn, þú far mitt atkvæði. Ég er eitthvað vel að viðkjanna það, sko, ég er bara að halda aftur á mér að segja Johnny Bravo, sko, hann fær mitt atkvæði, sko. Saman hér. Þetta er vel gert til Johnny Bravo, sko. Já, það var frábært. Fyrstu sigurinn og þetta var bara Þá var það með lélegan ringtíma. Herri, þú ert með lélegan ringöða, verður þú ekki að tala um mína tíma? Ég heyrum þetta afbó. Þú kemur líka 16 sekundum undan öðru settin í mark, þannig að það er... Já. Þú kerið fantagil í kvöld, þú mátt eiga það. Takk maður. Bara þannig að þú ætlar að rúlla upp á opnildinni í vetur. Ég veit að það vantar að vera fer eftir hverjir ætla að koma síðan í hana. Hvað, getur ekki verið í annar eða? Já, þú veist, þá er ég komin í vandræði eftir jól. Já, skellir í aðra deild maður, hvað er þetta? Tekur þátt í tímundökunni á hundaginn og... Já, veist sko, hvað er þá að gera eftir jól? Keira? Í hvað deild? Opnundeldina. Bara færið bara í opnundeldina eftir jól. En ef þið bara í opnundeldina fyrst og síðan í aðra? Þá ertu við svona eftir jól. Nei, þá er ég annar deild eftir jól. Okkur viltu það? Veistu ekki hvernig planið þetta er eftir jól í skólanum? Nei, svo veit ég það ekki. Þú verður bara hætt í þessu skóla fyrir GTF. Já, ég verð að... Bara byrja hérna, ferði á aðra deild. Hugo er að fara að gera það, hann styttist náttúrulega í eftirlaunin, þannig að hann er að gera þetta svona lífebröð. Nákvæmlega. Ég er líka YouTube-stjarnar, sko, á miðvikudag. Já, það? Já. Ætlar að taka, hérna, full-time að þeirra? Já, ég er að vera með full-time YouTube-stjarnar. Já, en þú veist, á hérna úrvarsleitina? Nei. Já. Já. Þú væri það ekki gaman, eða? Gretar og Jón Anton takir það. Já. Ég held að það sé komið með nóg að hlusta á mig, sko. Eða Gretar og Jón Þór. Sko, ég hélt það líka, en svo bara voru menn ánægði með þetta bill sem ég hafa að segja. Nei, ég ætla að fara út. Já, takk fyrir kvöldið. Takk fyrir kvöldið. Til aðmyggi Jón, takk fyrir reysið. Já, takk fyrir. Til aðmyggi Jón. Takk. Ég er með eina spurningu viðbót allavega. Já. Hún kemur á Johnny B. Sammen for klubben, for bien, for alltid. Já. Hvaðan kemur þessi frábæra lína? Þetta er hérna, ég er í Óbí hérna galla
sem er hérna danska fótboltaliðið sem ég styð. Þú vilt ekki vita hvað Jóhannes hafði þetta að segja og ég ætlum ekki að vera endur taka það aftur. Ég sagði það ekki og ég biðst innlegar afsökunar á að hafa sagt þetta. Ég ætlaði að segja það. Ég biðst innlegar afsökunar á framkvæmdans Jóhannes. Spyrjum bara, hérna, þið verðið eiginlega bara að leggja allar þessar kvartanir sko til, hérna, Livery mannsins. Það er hann sem ber ábyrgð á að greiða fyrir mig Livery, bæði galla og bíl. Galla og bíl? Það er bara eitt litla gröf. Það er til bísikalli, sko. Ekki með mínu númeri. Þið voru að sækja prinsess í liðið ykkar, ég tek ekki við hverju sem er. Já, við tökum vel á móti öllum opnum deildar prinsessum. Já, öðru deildar. Ég þarf að vera í annari deildar og ætla að fá Livery og galla, sko. Það er svoleiðis? Já, þú fær Livery í opnum deild en þú fær gallan líka í annari deild. Gauðir, það er crazy. Það er að mörg að vinna það. Ég vissi ekki að það væri eitthvað fríðandastigi sem ég þurfti að fara að príla líka. Herðu, eitthvað að lokum frá ykkur, drengir? Bara takk fyrir sumarið. Takk fyrir sumarið og... Takk fyrir sumarið og hérna, og sjáumst á lokahónu. Já, ég hefur kannski aðeins að fara í það. Það eru búin að vera eitthvað sögursæknir eitthvað lokahóf. Já, hvað ertu að fara alltaf í lokahóf, Jói? Nei, nú ekki planið. Nú, helvíð. Þetta kom þessar sögursæknir ekki frá mér og ekki frá Grétari. Ég hlakka þá bara til lokahófs sem Johnny B býður til. Já. Ég er að fá þessar sögur frá öðrum. Lokahófið okkar verður náttúrulega multiklasskeppnin sem er svo sem ekkert búið að ákvaða dagsendingu. Það verður bara eitthvað skemmtilopi í einhverja helgina. Það er geggjað. Hjá okkur. Það hljómar vel. Einhvern tímann eftir að Jói reikna stíginn. Já. Þannig að það verður sannlega ekki fyrir eftir áramót. Já, ég held að það verður skemmtilegt. Allavega hún hljómar skemmtilega. Já. Hvenær verður hún? Það er ekki búið að ákveða og ég er alveg... helgin eftir að Jói reikna stíginn. Já. Og ég hugsa að við höfum það bara opið fyrir alla, það sé ekkert... Já, ég hugsa að við höfum það fyrir báða, höfum bara 2 lobby, kannski Greta verður með annað og ég með hitt. Það verður bara efstu 7 úr báðum deildum og neðstu 7 úr báðum deildum sem að keyra saman. Já, bara eftir skráningu þá förum við bara yfir það. Já, bara svona þannig að allir getur verið með líka. Já. Og hvað, þið ætla að hafa þetta one-make eða ekki? Samt ekki, ég held að það þurfi ekkert að vera one-make. Það er í beinni eða ekki? Jú. Jó, ég ætla að segja, við kannski bara fara að slúta útsendingu. Jú, ekki bara komin í eitthvað spjall bara eitthvað. Þannig að við Greta það kom bara að kjallaði fyrir okkur að byrja þetta sumar. Greta ekki Haglín, þið kjallaði heils ykkur og þakkar ykkur fyrir áhrifið í kvöld. Já, svo Jóhannes segir svo líka. Var búið að biðjast afsökunar á seinleika þínum, Gretar? Nei, Liverpool vann, það var ekki afsakan 1, sko. Það var nú næstu ekki búin að mæta, sko. Það munaði líklega ekki mæta, ég get sagt ykkur það. Hvað ætlaði að fara að gera? Haldirsbrjóta þig, eða? Ég hef bara leiðið upp í sófa pirraður og ósáttur, sko. Það er bara að fara að horfa útsendinguna eða eitthvað. Já, svo eftir svona hálfa þá, fuck, alveg rétt. Nei, það munaði líklega bara að ég hefði ekki mætt ekki út í að glemdi því, sko, bara út í ég hefði ekki verið viðræða hæfur, sko. Já, bara að vera low bitch. Yes, sir. Það fótboltabulli, sko. Little baby. Little baby. Það var ekki bara að fara að segja þetta gott. Bara takk fyrir sumarið og Já, sömulegis, takk fyrir mig. Svo sjáumst á mánudaginn í vetrartímabilinu. Já, miðvikudaginn bara í úrslitakeppninni í A-deildinni. Já, miðvikudaginn, A-deildin er alltaf miðvikudaginn, ég var með veginn. Takk fyrir okkur. Takk. Bye.